Eru allar syndir jafnar fyrir Guði? Þetta stundum sagt, en þetta eitthvað sem við finnum í Biblíunni? Stutta svarið við spurningunni nei, allar syndir eru ekki jafnar fyrir Guði. Og við sjáum það kannski fyrst og fremst frá Gamla testamentinu þegar Guð gefur Ísraels þjóð lögmál sitt. Við höfum meðal annars boðorðin 10 og svo ýmsar aðrar reglur sem voru gefnar Ísraels þjóð. Átti þjóðin að halda þessi lög og átti að bregðast við því þegar einhver braut gegn þeim. Þessi lög kenndi þjóðinni vilja Guðs og hvað það að vera heilagur og hvað það að vera góður. Það var mismunandi viðbrögð við mismunandi syndum. Stundum var þetta bæta fyrir brot, til dæmis með að borga fyrir sig með einföldum fórnum, en stundum ekki. Og stundum var harkan við viðbröðunum mjög mikil. Það sýnir okkur það að þessi mismunandi viðbrögð sýna okkur það að allar syndir voru ekki jafnar. En samt sem áður sannleikskorn í þessari hugsun að allar syndir eru jafnar frammi fyrir Guði. Þegar við komum að Nýja testamentinu, þá talar Jesús það að hann muni koma aftur til að dæma lifendur og dauða. Og Nýja testamentið kennur okkur það að við verðskuldum öll dóm Jesú, eða dóm Guðs. Það enginn sem undanskilinn, allir verðskulda þennan dóm vegna synda sinna. Og því við vitum að allir hafa mismunandi syndir, sumir lítið og sumir mikið allavega í mannlegum skilningi, þá gerum okkur grein fyrir því að Guð hlýtur að líta líkt á allar þessar syndir. Og þá hugsum við að allar syndir eru jafnar frammi fyrir Guði. Þetta ákveðin skýring, en það ekki öll skýringin. Við þurfum að grafa ennþá dýpra. Því þessar syndir, allt þetta sem við gerum, þetta bendir á það hvernig við erum innrætt. Það að við gerum ýmsar syndir og gerum ýmslega sem rangt, það verður ekki til að sjálfu sér, heldur kemur það frá hjartanu. Jesús segir frá því í Markús og Guðspjalli í kafla 7 að allar þessar syndir koma frá hjartamanns. Allt það sem gerir mannin óhreinan, allt það sem að skemmir hann, kemur innanfrá, kemur frá hjartanu. Hjarta mannsins nefnilega spillt. Og það þessi spilling sem við köllum synd eða erfðasynd. Það spillingin á eðli mannsins sem veldur öllum þeim syndum sem við síðan gera. Að því leitinu til lögmál Guðs á mörgu leiti eins og greiningartæki. Kannski eins og greiningartæki sem læknir notar á sjúkrahúsi til að greina alls konar sjúkdóma. Og syndirnar sem við gerum lítið annað en einkenni á þessari synd sem býr innra með okkur. Í Rómverjabréfinu í kafla 3 skrifar Páll postuli það hvernig við mennirnir erum. Hann skrifar svona: ekki neinn réttlátur, ekki einn, ekki neinn vitur, ekki neinn sem leita Guðs. Allir eru fallinir frá, allir saman ófærir orðnir, ekki neinn sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Opin gröfubarkið þeirra, með tungum sínum draga þeirra á tálar, höggorma eiturur innan vara þeirra, munnur þeirra fullu bölvunar og beiskju, hvatir eru þeir í spori til að úthella blóði, tortíming og eymd í slóð þeirra, og veg friðarins þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra engin guðsótti. Og síðan kemur niðurstaðan í versi 23 og hljómar þannig: allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það dómurinn yfir öllum mönnum. En þetta ekki bara dómur yfir ákveðnum verkum sem hafa gert, heldur því dómur yfir því hvernig mennirnir eru innrættir. Í 7. kafla talar Páll postuli sérstaklega þetta, syndina sem býr innra með okkur, og Páll talar frá eigin reynslu. Hér talar hann girndina, það að segja 9. og 10. boðorðið: þú skalt ekki girnast eigur náunga þíns og þú skalt ekki girnast alla þá sem í kringum hann, til að segja það svolítið einfaldað. Þá skrifar hann svona: ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki girnast, en syndin sætti lagi og vakti í mér allskyns girnd með boðorðinu. Þegar Páll heyrði þetta boðorð, þú skalt ekki girnast, þá byrjaði hann virkilega að girnast. Þegar hann vissi hvað var rangt, þá langaði hann að gera það sem var rangt. Það vegna að þetta býr innra með honum og það býr innra með okkur öllum. Þá fer hann að spyrja sig: býttu við, ef boðorðið
lýsir góðum vilja Guðs og það fær mig til að gera sem rangt, það þannig að það boðar en að kenna að ég hef gert rangt. Við lesum frá versi 13. Varð þá hið góða mér til dauða, fjarri fyrir því, nei, það var syndin. Til þess að hún birtist sem synd, olli hún mér dauða með því sem gott þannig skildi syndin verða yfir sig syndug fyrir boðorðið. Páll bendir á það að það ekki lögmálið sem hefur gert neitt rangt, heldur það syndin sem býr í honum, sem býr í okkur öllum. Það eins og sjúkdómurinn. Ákveðin hliðstæða, þú getur ímyndaðir einhvern sem hefur kannski átt við ákveðið offitu vandamál og stríða og fer síðan að léttast upp á þurru. Kannski gleðst þessi persóna mikið yfir því að léttast, en síðan heldur hann að hún áfram að léttast, fer svo til læknis og kemst að því að þyngdartapið eða þyngdarmissirinn kemur ekki af breyttum lífsstíl, heldur af sjúkdóm, af krabbameini. Þyngdartap getur einmitt verið einkenni á krabbameini. Jafnvel þótt að margir myndu gleðjast yfir því, þá gleðjast þeir ekki yfir því þegar þeir vita þessa ástæðu. Það ekki þyngdartapið sem dregur hann til dauða, heldur það sjúkdómurinn krabbamein. Eins það með syndina, við þekkjum alls konar einkenni á syndinni. Allar þessar syndir sem við gerum, allt það sem rangt, allt það sem við hugsum slæmt aðra, öll reiðin í okkur, allt þetta er synd sem einkenni á syndinni sem býr í okkur. Það þessi skemmdinni í eðli okkar. Páll hann kemur að lokum að þeirri niðurstöðu að hann segir: Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama, frá þessu eðli, hvernig á ég að bjargast frá þessu, því hann getur ekki lagað það sjálfur. Páll bendir okkur á lausnina í Rómverjabréfinu. Þeir sem ekki hafa verk, þeir réttlætast fyrir trú. Vegna þess að það Jesús sem réttlætir okkur. Það hann sem breytir okkur. Það hann sem mun breyta okkur einnig í upprisunni. Hann sem byrjar gott verk í okkur til við trúum og treystum honum og mun fullkomna það í upprisunni. Án Krists ekki hægt að þóknast Guði. Án trúar á hann ekki hægt að þóknast Guði, því við höfum öll syndgað. Við flettum aftur í kafla 3 og lesum bæði vers 23 og 24. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Allar syndir eru ekki jafnar frammi fyrir Guði, en allar syndir eru einkenni á syndinni sem býr í okkur. Og sú synd sjúkdómur sem dregur okkur til dauða. Það bara til ein lausn á þessum sjúkdóm og það frelsari okkar, Jesús Kristur. Við verðum þess vegna að trúa honum og treysta á hann, að hann muni frelsa okkur. Aðra kosti höfum við ekki.